á segja við fund settan í bæjarstjórn, en fundu númer 3463 og fyrir okkur liggja 8 mál á dagskrá. Og fyrsti liður, bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum, leyfi frá bæjarstjórn, það er sérst erindi frá Hildi Betti Kristjánsdóttur, sem dagsett 4. nóvember 2019, þar sem hún óskar eftir ársleyfi frá störfum sem varabæjarfulltrúi L-listans frá og með 1. desember 2019 til 1. desember 2020. Orðið laust, sem enginn hefur kastið hljóð, þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er 11. Takk fyrir það. Þá koma öðrum lið á dagskrá breytingar í nefndum, lögð fram tillögu M-lista breytingu á skipan fulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráði. Sigríður Valdís Bergvinsdóttir verði varafulltrúi í stað Helga Sveinbjörns Jóhannssonar. Orðið er laust, sem enginn hefur kastið hljóð, þeir sem geta samþykkt þá gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá koma þriðja lið á dagskrá, það er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram viðauki nr. 9 fyrir fjárhagsárið 2019. Það hafa lagður fram í bæjarráði 14. nóvember síðastliðinn og vísað hér til samþykktar í bæjarstjórn. Viðaukinn er í rauninni í 3 liðum fyrirgefið. Hér er að ræða viðauka vegna umsóknar styrk vegna breytingu á húsnæði fyrir fatlað barn upp á 4,5 milljónir, jarðvegsframkvæmdir vegna fjölnota skíða og hjóla- og brettasvæðis norðan Hjallabrautar upp á 4 milljónir króna og listasafnsins vegna hækkunar á innri leigu upp á 4,2 milljónir. Útgjaldaaukning vegna viðaukans er 12,7 milljónir króna og er mætt með lækkun á handbæru fé og hér lagður fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Takk. Það var bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér hljóð, þeir sem geta samþykkt eða staðfest ákvörðun bæjarráðs gefur merki. Það er 11, takk fyrir það. Koma fjórða lið á dagskrá, það er svæðisskipulag Eyjafjarðar, breyting vegna Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3 og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svæðisskipulag Eyjafjarðar, breyting vegna Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3, liður 3 í fundargerð skipulagsráðs og dagsettir 13. nóvember 2019, lagði fram tillaga breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 til 2024 sem varðar breytingu á stefnu flutningslínu raforku. Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar afgreiddi breytingatillöguna á fundi 7. nóvember 2019 og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki að breytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 24. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kastið hljóð, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá komar 5. lið á dagskrá, Hlíðarfjall, rekstur til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram liður 1 í fundargerð bæjarráðs frá 7. nóvember síðastliðinn, en það samþykkti bæjarráð að breyta rekstri Hlíðarfjalls frá 1. janúar 2020 í B-hlutafyrirtæki með 3 manna stjórn og fól bæjarstjóra að vinna nauðsynlegum skipulagsbreytingum vegna þessara breytinga, en bæjarráð vísaði jafnframt þessu máli til bæjarstjórnar, þess að það er bæjarstjórn sem verður í sjálfu sér að samþykkja þessa ákvörðun og þó svo að vinna bæjarstjóra sé hafin við ýmsa hluti að snúa að þessari breytingu sem komu fram á minnisblaði sem fylgdi með þessu, þá einhvern síðu verðum við að taka þessu umræðu hér í bæjarstjórn og heimilega áframhaldandi vinnu við þetta. En eins og ég sagði, bæjarráð vísaði þessar bókun til okkar til umræðu og nú er þegar verið að vinna að því að breyta skipuriti og það þarf að breyta samþykktu bæjarráðs og samþykktu frístundaráðs, það þarf að breyta starfslýsingum og erindisbréfum og svo þarf að skipa 3 manna rekstrarstjórn yfir þessum rekstri. Þetta er svona það sem verður unnið þá í framhaldi og við samþykkjum það hér í bæjarstjórn sem við reiknum með að verði gert eftir umræður. En það er þannig að þetta sjálfu sér hefur ekki áhrif á rekstur
Í sjálfu sér á árinu 2020 eins og við munum vita þá erum við að vinna í fjárhagsáætlun núna fyrir árið 2020 og þar núna er Hlíðarfjall inn í A-hlutanum eða í aðalsjóði en það sem mun breytast það að fyrirtækið verður þá sérstakt B-hluta fyrirtæki og fær sinn eigin efnahagsreikning og verður þá með rekstur Hlíðarfjalls þar. Hins vegar þarf náttúrulega að koma framlag frá aðalsjóði sem kæmi þá í gegnum íþróttamál eins og staðan núna en við höfum nú rætt það mörgum sinnum hvort að rétt sé að þetta sé hluta til sem ferðamál og ætti þá kannski frekar að heyra undir þann flokk frekar en íþróttamál og það er eitthvað sem við þurfum að skoða í framhaldinu. Það er alveg ljóst að þessi breyting sem við erum að gera núna hefur ekkert neina þýðingu í sjálfu sér, það er ekki verið að hagræða neinu en hins vegar mun þetta í framtíðinni gefa okkur meiri tækifæri og möguleika til þess að fylgjast betur með rekstrinum. Þannig verður skipað sérstakt rekstrarráð sem munum væntanlega vera skipað 3 bæjarfulltrúum eða þannig að ég held að verði meiri tenging, það er ekki alveg ákveðið hverjir verði í þessu rekstrarráði en það verður mun betri tenging við þá reksturinn og eins og menn vita þá er rekstur Hlíðarfjalls, hann hefur verið upp og ofan, það er náttúrulega veldur mikið á náttúrulega veðurfari en hins vegar þá er ýmsir þættir þarna og eins og fyrir okkur var lögð skýrsla úttekt á rekstrinum sem var kannski svolítið gagnrýnd en hins vegar var það kom fram að það er að ýmsu að hyggja í rekstrinum og það er alltaf litt af því sem var lagt til í þessari skýrslu var það að gera þetta B-hlutafyrirtæki. Það gefur okkur líka möguleika til þess að taka frekari skref í framtíð ef við viljum sjá Hlíðarfjall renna í eitthvað annað rekstrarform eða fá aðila að rekstrinum og þá er auðveldara við það að eiga þegar að fyrirtækið er orðið B-hlutafyrirtæki og menn hafa því sambandi nefnt hvort það væri hægt að gera byggðasamlag með nágrannasveitarfélögunum okkar en það hefur ekki verið tekin inn umræða um það en hins vegar mun þessi gjörningur gera það verkum og það verður auðveldara að taka þá umræðu. En að loknum þessum umræðum verður þessu máli væntanlega vísa aftur til bæjarráðs eða til að verður svo að vísa þessu aftur til bæjarráðs sem heldur áfram að halda utan um þetta og vinnu bæjarstjóra sem að sé leiði til þess að þetta mun koma hér aftur þegar búið er að ganga frá þeim pappírum sem þarf að samþykkist bæjarstjórnar mun koma hér aftur til umfjöllunar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom svo sem að nokkru leyti inn á það sem ég ætlaði svona aðeins að nefna í þessu sambandi. Ég er ekki að setja mig upp á móti tillögunni en það kannski það sem að helst er þetta gagnrýna varðandi þetta minnisblað sem fylgir þessu er að það vantar rökstuðningi kannski með því af hverju við erum að gera þetta. Til hvers, hvað breytist? Og mér finnst svona líka spurning eða að vera að setja stjórn yfir þetta, ef við skulum segja B-hlutafyrirtæki þegar er orðið það. 3 manna stjórn af hverju það á þá að heima líka undir frístundarráði eða akureyrastofu eða hvað sem við viljum hafa. Þetta er bara svona vangavelta og það væri kannski ágætt að fá þó að það sé í sjálfu sér rök og ég kaupi þau að þetta sé kannski skref sem að er svona milliskrefið því að breyta síðan formi þessa fyrirtækis þá í eitthvað allt annað eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á sem ég finnst alveg skoðunarvert. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar varðandi það rökin fyrir þessu þarna í þessu minnisblaði sem kallað var eftir var minnisblaði sem að embættismenn voru látnir vinna í sjálfu sér út frá þeir umræðu sem hefði átt sér stað. Það er komið fram að rökin fyrir því að við teljum að þarna séu möguleikar að halda betur utan um reksturinn, það verður kannski skilvirkara, þetta mun heiða beint undir sviðsstjóra samfélagssviðs og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Gunnar að það kemur þarna fram í þessu minnisblaði að þetta eigi að fara undir frístundaráð. Það er eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða í þessari meðferð sem að bæjarstjóri er að vinna á þessa dagana. Þetta er ekki, þó að minnisblaði það standi í minnisblaðinu, þá er ekki víst að það sé besta leiðin og við þurfum bara að taka þá umræðu bæði þá á vettvangi bæjarráðs sem að heldur þá utan um vinnuna þangað að kemur aftur hér í bæjarstjórn og svo líka þá bara með
annars skulle sé þá hérna inn í bæjarstjórn, en ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að skoða og það getur vel verið að þetta sé ekki hentugt að hafa þetta með þessum hætti, að þetta eigi heima undir frístundaráði, heldur eigi bara þá heima undir þessari stjórn sem að heyrir þá beint undir bæjarráð, þannig að þá verði skilvirkari ferlar í þessum máli, þannig að þetta var ágætis ábending hjá bæjarfulltrúa Gunnar og verður skoðað í þessari umræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, loki máli sínu. Orðið laust, augnablik. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þá tillagan bara svo að eins og var nefnt hérna áðan að færa rekstur Hlíðarfjalls yfir í B-hlutafyrirtæki og vísa jafnframt málinu til áframhaldandi vinnslu eða frekari meðferðar í bæjarráði. Þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það eru 11. Þá komið að 6. liða dagskrá, ný samþykkt fyrir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við tökum fyrir lið 8 í fundargerð stjórnar Akureyrarstofu dagsettri 7. nóvember 2019. Hljómsveitaráð Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands hefur að undanförnu unnið að tillögu gagngerar breytingar á skipulagsskrá hljómsveitarinnar í samvinnu við starfsfólk Akureyrarstofu og það gert í ljósi þess að öll ábyrgð og ákvarðanir vegna reksturs og starfsemi SN hefur flust til stjórnar Menningarfélags Akureyrar og þar að leiðandi breytist hlutverk sjálfseignarstofnunarinnar og hljómsveitarráðs. Breytingarnar fela meðal annars í sér að hljómsveitarráð verður listráð og hlutverk þess fyrst og fremst að vera tónlistarstjóra SN til ráðgjafar í verkefnavali, að standa vörð sögu og vörumerki SN, að skipa einn tónlistarstjóra SN til ráðgjafar í verkefnavali, að standa vörð sögu og vörumerki SN, að skipa einn fulltrúa í stjórn MAG og vinna því að koma á hollvinafélagi Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Stjórn Akureyrarstofu samþykkti þessa samþykkt fyrir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og vísar henni til bæjarstjórnar til samþykktar. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu ákvörðið staðfest ákvörðum Akureyrarstofu, gefur merki. Stjórnar Akureyrarstofu ætla ég að segja, það var 11, takk fyrir. Þá kom að 7. lið á dagskrá, það brú bilið og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem inn upp sem formaður fræðsluráðs og einnig sem fulltrúi hópsins brú bilið. Og ætla hérna að kynna skýrslu starfshóps leiðir til þess að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. En starfshópurinn var skipaður í janúar árið 2019. Hlutverkið var að vinna leiðum til þess að brúa bilið milli fæðingarorlofs og þess tíma þegar barni stendur til boða að fá leikskólapláss eða annað úrræði. Allir flokkarnir voru með áherslu á málefnið og flestir með þetta á stefnuskrá sinni í síðustu kosningunum, enda var þetta eitt stærsta kosningamálið í kosningabaráttunni. Og gangi þetta eftir, þá verður þetta eitt af stóru skrefunum sem Akureyrarbær að taka til að koma til móts við barnafjölskyldur á Akureyri. Ásamt mér sátu í hópnum Hildur Bettý Kristjánsdóttir fyrir hönd L-listans, Þórhallur Harðarson fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, Erna Rós Ingvarsdóttir og Sigurbjörg Rún Jónsdóttir sem eru starfsmenn á fræðslusviði. Og svo voru fleiri sem komu að skýrslugerðinni og það Árni Konráð Bjarnason sem sat hlut funda hópsins. Hann vann töluleg gögn og ýmsar upplýsingar fyrir fundina. Sesselja Sigurðardóttir sat einnig nokkra fundi og hún tók saman upplýsingar en hún leikskólaráðgjafi á fræðslusviði og sér meðal annars aðalinnritun barna í leikskóla. Við leituðum einnig til Guðrýjar Friðriksdóttur sem sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs og Péturs Inga Haraldssonar sviðsstjóra skipulagssviðs. Þau tóku saman gögn fyrir okkur og sátu einstaka fundi og gögnunum verða gerð skil hérna í skýrslunni. Helstu verkefni hópsins voru að finna fjölbreyttar leiðir til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Fara yfir starfsaðstæður starfsfólks leikskóla og námsumhverfi barna. Kanna hvort svigrúm sé innan leikskóla til að útbúa ungbarnadeildir. Kanna hvort svigrúm sé innan grunnskólana til að starfrækja leikskóladeildir 5 ára barna.
skoða fjölda leikskólarýma í bænum í dag og möguleika til að fjölga þeim út frá mismunandi forsendum, fara í útreikninga og skilgreiningar á leikskólarýmum, fara yfir stöðu húsnæðismála, leikskóla á Akureyri og móta framtíðarsýn, skoða jöfnunargreiðslur til foreldra með börn í daggæslu og skoða niðurgreiðslu 8. tímans í daggæslu. Hópurinn hófst strax handa við að kortleggja þær leiðir sem eru færar til að fjölga leikskólarýmum í bænum. Hópurinn aflaði upplýsingar stöðu mála, þróun fjölda barna, hvaða úrræði í boði og með hvaða hætti skuli horfa til framtíðar. Við höfðum einn samráðshóp í vinnunni sem var fagráð leikskólastjóra og Anna Ragna Árnadóttir sem skólastjóri Króabóls, Anna Lilja Sævarsdóttir, skólastjóri Íðavallar, Jakobína Elín Áskilsdóttir, skólastjóri Tröllaborga, sátu í fagráðinu þegar við leituðum til þeirra og við störfum mjög náið og vel saman og var mjög gott samstarf þarna á milli og þau söfnuðu saman upplýsingum og komu með tillögur inn í vinnuna og brúum bili og hópnum fannst mjög mikilvægt að nýta alla þessa þekkingu og fagmennsku sem til staðar í leikskólanum og við erum bara afar þakklátt fyrir góðu samvinnuna sem átti sér stað við gerð þessara skýrslu. En staða og þróun leikskólamála í dag. Opinbert viðmið hefur verið að innrita leikskólabörn við 18 mánaða aldur að hausti. Haustið 2019 buðum við 16 mánaða gömlum börnum leikskólavist. Haustið 2021 ráðgert að innrita börn frá 12 mánaða aldri. En þá gert ráð fyrir því að leikskólinn Klappir við Glerárskóla hafi tekið til starfa. Hlutfall fagmenntara leikskólakennara á Akureyri hefur verið mjög hátt og við höfum verið mjög stolt af þessu háa hlutfalli. Árið 2016 var það 72% en 2018 var það komið niður í 63%. Á móti því jókst önnur háskólamenntunum í leikskólum bæjarins úr 15% í 24% á milli þessara 2 ára. Við teljum afar mikilvægt að huga vel að fagmenntun kennara og starfsaðstöðu þeirra í samhengi við námsumhverfi barna og hluta vinnunni var meðal annars að skoða þessa þætti. Mikil aukning hefur verið í úthlutun sérkennslu í leikskólum og október 2016 þá voru rétt rúmir 139 tímar á dag eða 17,4 stöðugildi vegna sérkennslu í leikskólum bæjarins. Í október 2018 voru þetta tæp 229 tímar eða 28,6 stöðugildi. Og eins og ég sagði áðan þá gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að huga vel að þessari fagmenntun og halda utan starfsfólkið og námsumhverfi barna. En hérna á þessari töflu sjáið þið fjölda leikskólabarna í leikskólum Akureyrarbæjar á árunum 2014 til 2018. Þetta svona kannski bara til upplýsinga fyrir okkur að sjá hvernig fjöldin getur sveiflast á milli ára innan sama leikskólans. Í rauninni margir þættir sem koma að þessu þá kannski sér í lagi aldurssamsetning hópa. En eitt rými ekki endilega sama og eitt rými. Í rauninni getur það verið þannig að 4 börn geta verið á hvert kennara við 12 mánaða aldur en svo kannski 10 börn á hvert kennara við 5 ára aldur. Það þýðir í rauninni að hver skóli með ákveðin fjölda stöðugilda og börn eru innrituð í skólana þar til öll stöðugildin eru fullnýtt. En það hefur verið mikið rætt það að það sé ákveðin forvörn í bættum starfsaðstæðum og nægur rými á hvert barn og þið sjáu það árið 2017 var gríðarlegur fjöldi inn í leikskólum bæjarins og var þetta gert vegna þess að mikill fjöldi barna flutti í bæinn og við brugðumst við með því að setja fleiri börn inn í leikskólana og erum í rauninni að reyna að leiðrétta þetta örlítið tilbaka til þess að koma til móts við þarfir barnanna og starfsfólksins. En undirbúningurinn, varðandi það að fá 12 mánaða gömul börn inn í leikskóla. Skólastjórar leikskóla fóru í kynnisheimsóknir í önnur sveitarfélög þar sem að ungbarnadeildir og leikskólar eru starfrækir. Þau kynntu sér reynslu annarra sveitarfélaga við það að innrita 12 mánaða gömul börn í leikskóla. Kynnisheimsóknar voru til Húsavíkur, Garðabæjar, Kópavogs og Reykjavíkur. Sammerkt var með þeim skólum sem heimsóttu voru að lögð var áhersla á hljóðlátt umhverfi og nauðsyn þess að tryggja rólegra umhverfi þar sem fylgni milli áreitis umhverfi og heilbrigðs þroska heila. En það sem hópurinn tók með sér heim eftir heimsóknar voru meðal annars hugmyndir innritun barna, það að innrita börn í leikskóla ákveðnum tími yfir árið sem næst 12 mánaða aldri þeirra. En einnig mikilvægi þess að hafa yngstu börnin sér, færri börn á deild,
en þannig er hægt að skapa meira öryggi og rólegheit fyrir börnin og næði var jafnframt meira. Fagráðið kom með tillögur inn í vinnuna og ein af þeim var í rauninni hvaða leikskólar gætu verið ungbarnaleikskólar eða ungbarnadeildir. Hópurinn óskaði nefnilega eftir því við fagráðið að gerði greining á hverjum leikskóla fyrir sig í bænum, varðandi hvort möguleiki var að setja upp ungbarnadeild, hvað þyrfti til með tilliti til starfsemi, húsnæðis og lóðar og svo kom fagráðið með tillögur. Tillagan hjá þeim var það að Hulduheimar Kot, Íðavöllur, sem þá verði sett léttbygging, Pálmholt sem neðra húsið var áður Flúðir og svo Árholt kæmu til greina. Þessir þættir voru nefndir að þessar deildir og leikskóla voru nefndir sem deildir fyrir börn frá 12 mánaða aldri sem myndu síðan flytjast í sína hverfisskóla eftir einn vetur. Tillaga 2 frá fagráðinu kom að innritun yngri barna þar sem að fyrirmyndin væri þeim sveitarfélögum sem þau höfðu heimsótt áður og þá er verið að skoða það möguleikann því að hafa 3 einingar sem að innrita börn frá 12 mánaða aldri og þá væri hægt að hafa alltaf 6 innritanar á vetri. 2 innritanir verða á hverri einingu yfir veturinn. Og þá í rauninni erum við að hugsa það að ein eining gæti innritað í ágúst og janúar, ein í september, október og jafnvel febrúar og mars og svo ein eining í október og jafnvel apríl. En tímasetningur aðalöguna þarf að útfæra eftir hverja einingu fyrir sig og tvennt ólíkt hvort staka einingu sé að ræða eða hvort að ræða deild innan skóla. En forsendan þó alltaf að skilja eftir mönnu rými þannig að hægt sé að bæta við börnum eftir aldri. Í dag eru foreldrar og dagforeldrar að bregðast við sveiflunum sem verða í fjölgun barna en með þessu fyrirkomulagi væri bærinn að koma betur til móts við barnafjölskyldur og væri þá að mæta þessum sveiflum í stað þess að foreldrar og dagforeldrar væru að gera það. En með því að hafa fleiri innritanir yfir árið gerir það leikskólastjóra mögulegt að innrita börn sem næst 12 mánaða aldri. Starfshópur verkefnisins Brúum bilið hefur verið í samstarfi við umhverfis- og mannvirkjasvið og skólastjóra og leikskóla varðandi útreikninga og skilgreiningar á leikrýmum í leikskólum bæjarins. Fulltrúi úr Brúum bilið-hópnum og starfsmaður frá umhverfis- og mannvirkjasviði fóru í alla leikskólana og áttu samtal við skólastjóra þar sem farið var yfir teikningar hvers skóla fyrir sig, þar sem skilgreind voru leikrými, stóðrými, gangar og stjórnunarrými. Sameiginlegu leikrými var deilt niður á fjölda deilda í hverjum skóla fyrir sig. Tilgangur heimsóknanna var að reikna út hvað hvert barn hefur marga fermetra í leikrými. Mikilvægt þótti að rekstraraðilar leikskóla hefðu réttar og nýjar upplýsingar útreikninga í hverjum skóla. Í ljós kom að meðaltals leikrými 3,3 fermetrar í leikskólum bæjarins. Samkvæmt reglugerð starfsumhverfi leikskóla gerir skólastjóri áætlun í upphafi hvers árs fjölda barna vegna innritanar sem skilað til fræðslusviðs. Sú breyting hefur verið lögð til af hópnum að skólastjórar og rekstraraðili í samtali fjölda barna í hverjum skóla fyrir komandi skólaár í febrúar ár hvert. En hérna sjáum þið til dæmis svona dæmi útreikningana, hvernig þessu er skipt, hvernig skóla fyrir sig og settir sérstakir litir fyrir hvert svæði. Og þetta var gert við hvern og einn leikskóla í bænum. Starfshópurinn ákvað einnig að kanna hvort að grunnskólarnir byggi yfir auka rými sem nýta mætti fyrir elstu börn leikskóla. Hort var til þess að 5 ára deildir innan grunnskólana störfuðu samkvæmt hugmyndafræði leikskólans líkt og gert í leikskóladeildin Naustaskóla og var gert í Glerárskóla, enda fellur þessi aldur undir lög leikskóla. Markmiðið með því að bjóða upp á 5 ára leikskóladeildir innan grunnskólans að nýta húsnæði sem til staðar og geta þá tekið inn börn fyrr en ella í leikskóla. Sendum var tölvupóstur frá fræðslusviði til stjórnenda grunnskóla á vormánuðum til að kanna hvort hægt var að skapa rými fyrir elstu börnin innan veggja grunnskólana. Þau svör fengust frá stjórnendum grunnskóla að ekki væri pláss fyrir leikskóladeild innan grunnskólan eins og staðan í dag. Forgangsverkefni í hluta grunnskólana í dag að koma frístund fyrir með betri hætti. Hópurinn leggur mikla áherslu á það að ekkert sé útilokað í framtíðinni með 5 ára deild innan grunnskólana en mat einnig að þetta væri stærra mál sem þyrfti að ræða á víðum og faglegum grundvelli og sem sér verkefni. Í apríl 2019 störfuðu 31 dagforeldri á Akureyri með 144 börn.
Þau eru á 5 starfsstöðum þar sem 2 dagforeldrar starfa saman en annars eru aðrir einir í heimahúsi. Við vinnu hópsins voru haldnir 3 fundir með dagforeldrum. Á fyrsta fundinum var farið yfir stöðuna og kalla eftir hugmyndum og úrræðum frá dagforeldrum varðandi starfið og starfsumhverfi þeirra í tengslu við nýja framtíðarsýn, hvernig við getum eflt dagforeldrakerfið. Annar fundur var svona upplýsingafundur með stjórn dagvistunar, félags dagforeldra á Akureyri, þar sem vinna starfshópsins Brúum bilið var kynnt. Á 3. fundinum gafst tækifæri til umræðna, útskýringa og spurninga vegna vinnunar við að brúa bilið, milli loka fæðingarorlofs og tilboðs leikskólavist. Fræðsluráð hefur talað fyrir því að bæta starfsaðstæður dagforeldra. Meðal annars var samþykkt í síðustu fjárhagsáætlun að setja fjármagn í starfsréttindanám dagforeldra, þannig að námi var í dagforeldrum að kostnaðarlausu. Samþykkt var að greiða jöfnunarstyrk eða aukna niðurgreiðslur frá 1. október 2019 til foreldra og forsjáraðila, en þar var markmið að minnka mun á gjaldi í leikskóla og daggæslu. Horft til þess hóps sem nær 16 mánaða aldri við innritun í leikskóla í ágúst og fær ekki tilboð leikskóla dvöl. Haustið 2019 stefnt að því að innrita öll börn fædd í apríl 2018 og fyrr. Foreldrar barna sem eiga börn fædd í maí 2018 og fá ekki tilboð leikskóla dvöl eiga rétt á aukinni niðurgreiðslu frá og með næsta mánuði eftir að barn þeirra nær 16 mánaða aldri eða frá og með október 2019. Foreldrar barna fædd í júní 2018 eiga rétt á aukinni niðurgreiðslu frá og með nóvember 2019 og svo koll af kolli. Niðurgreiðslan er óháð vistunartíma barns og miðast við 10.000 krónur á mánuði. Einnig var líka að skoða það að niðurgreiða 8. tímanu dagforeldrum. Það er komið og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunar fræðslusviðs núna og vonandi verður það samþykkt á fyrsta fundinum okkar í desember og þá munum við fara í þessa vinnu að þessi niðurgreiðsla hefjist í byrjun árs 2020. En við erum einnig búin að funda með dagforeldrum og kynna þeim drögin að skýrslunni og við erum afar þakklátt fyrir samstarfi við dagforeldrana því að það er ljóst að þessi stefna hefur veruleg áhrif á starfsumhverfi dagforeldra. Og við erum bara þakklátt fyrir það hvaða ábendingar við höfum fengið frá þeim og í rauninni þetta samstarf sem hefur átt sér stað. Skýrsla sem ég er að kynna hérna núna fyrir ykkur hefur líka verið kynnt fyrir fræðsluráði, hún hefur verið kynnt á vinnufundi með bæjarstjórn og leikskólastjórnendum. Ég er einnig búin að fara í Pálmholt með kynningu og dagforeldrar eins og áður segir og svo kíkti ég í Pálmholt líka með kynningu þar. En hópurinn leggur mikla áherslu á það að framhald verði á viðræðum við dagforeldra framtíðarsýnina með breyttum áherslum. En tillögur hópsins byggja á mismunandi, það er mismunandi ástæður fyrir tillögum hópsins og það sem við horfðum meðal annars til var uppbygging íbúðarhúsnæðis á Akureyri á næstu árum og við vorum í rauninni að horfa á aðalskipulagið, hvernig það er og mannfjöldans og uppbyggingarspá fyrir sveitarfélagið á næstu árum. En gert er ráð fyrir að skipulagstímabilinu þurfa að byggja á bilinu 160 til 220 íbúðir á ári og á Akureyri nokkuð hátt hlutfall íbúða í eigu aðila sem ekki eiga lögheimili í sveitarfélaginu, en gert er ráð fyrir að hlutfalli haldist óbreytt eða rúmlega 11% og miðast íbúðaþörf því ekki eingöngu við áætlaða fjölgun íbúa. Fræðsluráð hefur talað fyrir því, þetta kom skýrsla þarna inn á milli. Þarna sjáum við uppbyggingarröðina í bænum. En undanfarin missir hefur uppbygging íbúðasvæðis að mestu verið í svokölluðu Hagahverfi, sem er hérna. Og uppbyggingin hófst 2015 og er enn að eiga sér stað og það er verið að auglýsa lóðir í síðustu áföngum hverfisins. Og með stöðunni í dag má gera ráð fyrir því að heildarfjöldi íbúða í hverfinu verði bara allt að 700 íbúðir. Fyrst var horft til 580 til 620 en nýjustu tölur gefa tilefni til þess að það sé hægt að horfa til alltaf 700. Látum okkur sjá. Það er erfitt að segja nákvæmlega til hvenær það verður í rauninni búið að byggja upp hverfið en gera má ráð fyrir að það taki að minnsta kosti 2-3 ár. Nýlega tók einnig gildi deiluskipulag þéttingarsvæðis við Melgerðisás og Skarðshlíð
Þar eru 3 lóðir með allt að 66 íbúðum og í vinnslu er deiluskipulag fyrir Holtahverfi sem er þéttingarsvæði meðfram Krossanesbraut og deiluskipulag er í vinnslu en stefnt er að því að það verði klárað vorið 2020. Frá því í byrjun árs 2018 hefur verið í vinnslu rammaskipulag fyrir íbúðasvæði vestan Borgarbrautar og norðan Síðubrautar og samkvæmt aðalskipulagi gert ráð fyrir alltaf 1300 íbúðum á þessum 2 svæðum en áhersla vinnunnar hefur verið á svæði vestan Borgarbrautar. Þetta eru þau svæði sem við horfum til einnig varðandi fjölgun leikskólarýma í bænum. En hópurinn leggur fram 3 tillögur á sviðsmyndum við fjölgun leikskólarýma. Fyrst þegar við lögðum á stað með þetta þá vorum við mikið að horfa og tala út frá sviðsmynd 2 en eftir því sem við sáum hvernig þróun fæðingartíðnin er eiga sér stað núna í ár þá vorum við farin að miða við sviðsmynd 1 og erum meira og minna alltaf að horfa á sviðsmynd 1. En sviðsmyndirnar eru byggðar á mismunandi forsendum. Tillögurnar eru háðar fjölgun barna á leikskólaaldri, fjölgun og fækkun dagforeldra því við megum búast við því að það verði breyting á fjölda dagforeldra með þessum fyrirætlunum. Fjárhagsáætlun bæjarins hverju sinni. Gert er ráð fyrir að meðalfjöldi barna í árgangi sé 220 en það byggir á meðaltali árana 2013 til 2018. Í sviðsmyndum 2 og 3 er gert ráð fyrir auknum fjölda aðfluttra en brottfluttra og svo reiknum við áfram með því að 98,5% barna á leikskólaaldri nýti sér leikskólan. Í sviðsmynd 1 þá er gert ráð fyrir því að haustið 2021 verði Klappir nýr leikskóli við Glerárskóla, Klappir er ennþá bara vinnuheiti, að hann verði tekinn í notkun. Það skapast 144 rými en samhliða verður efra húsi í Pálmholti tekið úr notkun sem er 42 rými í dag. Horft er til uppbyggingar í Naust- og Hagahverfi og gert ráð fyrir stækkun Naustatjarnar allt að 40 rými en þegar við fórum að skoða uppbyggingu Hagahverfis þá voru vísbendingar það að það væru frekar eldri einstaklingar sem eru að flytja þangað inn, það eru fá börn og þegar við vorum að taka stöðuna þá var að meðaltali 1 barn í hverjum árgangi, þannig að við töldum mikilvægara að stækka Naustatjörn frekar heldur en að horfa til byggingunni nýs leikskóla. En það er gert ráð fyrir uppbyggingu í Naust- og Hagahverfi, stækkun alltaf 40 rými, það er gert ráð fyrir uppbyggingu á nýjum leikskóla við Lundarsel eða Lundarskóla sem fjölgar rýmum úr 90 í 144 árið 2024. Síðan rennur samningurinn út vegna Króabóls 2026 og þá er gert ráð fyrir nýjum leikskóla í hverfinu 2026 eða síðar. Og þarna í þessari sviðsmynd er jafnvægi í fjölda aðfluttra og brottfluttra barna á leikskólaaldri. Og svona til upplýsinga þá er sviðsmyndin hér ef þið sjáu þetta er nú ansi smátt. En þá sjáu þið það að Íðavöllur þar er óbreytt út tímabilið 90 rými, Pálmholt það eru 118 rými þar til árið 2021. Þegar leikskólinn Klappir taka til starfa þá verður efra húsið tekið úr notkun eins og áður sagði og þá er rýmin orðin 70. Lundarsel er 90 rými til ársins 2024 en þá er gert ráð fyrir nýjum leikskóla sem eru með 144 rými. Naustatjörn er með 130 rými til ársins 2024. Þá leggur hópurinn til að hluta barnanna úr Naustaskóla verði færð aftur inn í leikskólan en þetta er allt háð fjölda barna, hvort þetta sé mögulegt eða ekki. En þá sjáu þið það að stækkun Naustatjarnar er 20 rými og fer svo upp í 40 rými og þá heldur áfram að fækka inn í grunnskólanum. Hólmasól er óbreytt, Klappir eins og áður sagði taka til starfa 2021, 144 rými. Árholt er ein af uppástungum hópsins, það hefur tekið til starfa byrjaði núna í haust með 24 rými fyrir lítil börn og er hugsað sem ungbarna leikskóli eða ungbarna deild þegar fram í sækir. Hulduheimar óbreyttir, Króaból er með 99 rými til ársins 2026 þegar gert er ráð fyrir nýjum leikskóla, 100 rýmum. Kiðagil er óbreytt og Tröllaborg er óbreyttar. Þið sjáu þarna í töflunni að þarna sjáu þið fjölda rýma sunnanár og norðanár. Einnig er tekið til hérna fjölda barna sem fær pláss, hvernig nemendaspáin er og þarna erum við bara að spá til fæðingartíðni fram í tíman, þannig að það er margt sem getur breyst, en þetta er kannski ágætis beinagrinn til þess að styðjast við samt sem áður. Áætlað fjöldi eins árs barna sem er fædd í janúar til ágúst, sem við munum innrita þá í ágúst.
og síðan sjáið þið að í gráa dálkinum þá er gert ráð fyrir fækkun rýma vegna innritunar yngri barna. Þetta er ekki eyrnamerkt hverjum einu leikskóla, heldur þarf að skoða þetta ár frá ári hvernig aldurssamsetningin er á hverjum leikskóla fyrir sig. Í bláa dálkinum er fjöldi rýma til að mæta eins árs börnum eftir fækkun rýma vegna innritunar barna og svo í neðsta dálkinum sjáið þið að árið 2021 skapast rými til þess að taka við yngri börnum og þetta rými erum við að hugsa til þess að geta tekið á móti börnum yfir árið og eins líka sveiflunum sem eiga sér stað áramót. Þetta er hugsað til þess að við getum ráðinn færri starfsfólk að hausti, við getum líka nýtt starfsfólki betur innan leikskólana í forföll og til þess að bæta faglega starfið enn frekar. Í sviðsmynd 2, þar er lagt til að setja létta byggingu alltaf 20 rými við Pálmholt. Neðra húsið þar sem aðstæður til stækkunar leikskólans eru góðar. Stærð lóðar og aðstæða fyrir starfsmenn, eldhús og bílastæði eru til staðar og geta borið stækkunina. Í stað stækkun Naustatjarnar er verið að horfa til þess að byggja nýjan leikskóla í Hagahverfi sem mun stækka í áföngum. Fyrst er gert ráð fyrir 40 rýmum og síðar 60 rýmum. Áætluð fjölgun í þessari sviðsmynd er of mikil til að Naustatjörn ber hana og þá er verið að horfa til leiksvæðis, bílastæða, starfsmannaaðstöðu og fleira. En inn í aðalskipulagi bæjarins er gert ráð fyrir leikskólalóð í Hagahverfi. En að öðru leyti eru tillögur í sviðsmynd 2 þær sömu og í 1. Við sjáum þarna kemur Hagaleikskóli með 40 rými árið 2022 sem stækkar í 60 rými 2025. Í sviðsmynd 3 þá er líkt og í sviðsmynd 2 tillaga hópsins að setja létta byggingu við Pálmholt. Horft til uppbyggingar í Naust- og Hagahverfi og gert ráð fyrir nýjum leikskóla en þó með fleiri rýmum auk þess sem að uppbygging skólans er áætluð á styttri tíma eða alltaf 110 rými. En að öðru leyti eru tillögur í sviðsmynd 3 þær sömu og í sviðsmynd 1 og 2. Þarna sjáið þið það að nýr leikskóli í Hagahverfi er gert ráð fyrir 60 rýmum, 80 og svo 110. Og hópurinn talaði svolítið mikið það að ef við erum að fara í það að byggja nýja leikskóla að við getum nýtt okkur hönnunina á hverjum leikskóla fyrir sig, við byggjum þetta í einingum þar sem við getum lagt og bætt við einingum eftir því sem að börnunum okkar fjölgar. Þannig að við séum í rauninni ekki að púsla saman einhverju og reyna að plástra eitthvað heldur sé þetta hugsað fram í tíman. Það verði einfalt að bæta við og stækka. En svo ég takk þetta svona aðeins saman, þá tók Árholt til starfa í september síðastliðinn og hann var hugsað til 24 börn og hann er kominn til þess að verður hugsanlega ungbarnaleikskóli í framtíðinni. Jöfnunargreiðslurnar eru komnar inn og við erum byrjað að greiða eftir þeim, það var byrjað núna í október 2019. Niðurgreiðslan á 8. tímanum er í rauninni komin inn í fjárhagsáætlun eins og áður sagði og verður vonandi að veruleika í byrjun árs. Við erum að leggja fram þessar 3 sviðsmyndir. Starfsaðstæður kennara, starfsfólks og barna. Hlutfall fagmenntara hærra hér en annars staðar eins og áður sagði en það hefur farið minnkandi og leggur hópurinn áherslu á að leggjast í vinnu til að viðhalda þessu hlutfalli. Það er gríðarlega mikilvægt og við þurfum að skoða skipulag vinnudagsins og starfsaðstæður barna og starfsfólks enn frekar. En þar kom inn fjöldi barna rýmisútreikningar og leggur hópurinn meðal annars til að viðmiðið verði 3,3 fermetrar á barn en í nýbyggingu verða 3,5. Í innritun þá er hópurinn að leggja til að skoða verði innrita oftar á ári eða sem næst 12 mánaða aldrinum. Við þurfum að þreifa okkur aðeins áfram hvað þetta varðar og sjá hvernig þróunin verður. Síðan er það samtali við leikskólastjórnendur varðandi innritun. Við viljum nýta grunnskólana í framtíðinni, við erum ekki búin að loka fyrir það og við teljum að það sé bara sér vinna sem þurfi að ráðast í. Og við leggjum bara til að það verði ráðist í hana. Og eins leggur hópurinn líka til að ræða frekar fyrirkomulag dagforeldra, hvernig það verður í framtíðinni samhliða þessum breytingum, verði þar að veruleika. En þetta er svona skýrslan nokkurn veginn í punktum og ég bara hlakka til samræðnanna hérna á eftir. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forsetar, ágætu bæjarfulltrúar, og ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Isaksen fyrir þessa yfirferð sem var nokkuð ítarleg. Við höfum vissulega tekið smá umræðu þessa skýrslu og þessi skýrsla hefur í sjálfu sér margar hliðar. Það náttúrulega, við erum eiginlega á einhvers konar tímamótum þessa dagana hérna á Akureyri og það bara þannig að við erum að horfa á verulega fækkun barna sem náttúrulega hjálpar til við að ná þessu markmiði að brúa þetta bil. Börnum á leikskólaaldri hefur fækkað einhver 200 síðan 2010. Þeim á eftir að fækka meira á næstu árum og það sem við erum að sjá líka því miður, því að þetta bara því miður. Og þá erum við að horfa upp á það að í grunnskólanum mun fækka alltaf 200 nemendur á næstu 4 árum og alltaf 400 nemendur á næstu 8 árum, ef ekkert breytist. Og þá veltir maður því fyrir sig náttúrulega ef þetta veruleiki sem við stöndum frammi fyrir, hvað við eigum að gera. Ég held við höfum svona anda að hluta til. Við áttum náttúrulega að vera búin að koma leikskólanum við Glerárskóla upp fyrir nokkuð löngu síðan, en vonandi hefst það á næsta ári og þá lítur út fyrir að sé hægt að taka inn nánast öll eins og gömul börn. Hins vegar erum við náttúrulega með leikskólabyggingar sem að mega muna sinn fífil fegurri og þarf svo sem að taka í gegn og ég get tekið undir þá, við höfum lagt á það áherslu að leikskóli við Lundarskóla þurfi að rísa og ég held að það sé líka bara spurningum ákveðna hagkvæmni. En það kemur samt og óvart að sjá að neðra húsi í Pálmholti sem að gekk nú undir nafninu Flúðir hér í gamla daga skuli vera inn í þessum áætlunum vegna þess að þar hefur hingað til verið gert ráð fyrir þéttingu byggðar. Og þá bara velti í því upp inn í meirihlutanum eru menn þá fallnir frá þeim hugmyndu því að það var einhvern veginn horft til þess að sú þétting færi fram seinni hluta skipulagstímabilsins eða aðalskipulagstímabilsins sem þá frá 23, 4 til 30. En það svo sem allt í lagi mín vegna. Ég var nú ekki hlynntur þeirri þéttingu sem þarna átti að fara fram með, allavega ekki í hlut hennar. En ef að menn vilja þetta þá það ekki vandamál. Ég hins vegar séð svona smá spurningamerki síðan við Naustatjörn, ætla að fara að byggja við Naustatjörn. Því ég ekki alveg hreint að sjá hvernig menn ætla að gera það. Þetta var skoðað mjög rækilega fyrir nokkuð mörgum árum síðan. Þá var alveg ómögulegt að tengja saman Naustatjörn og Naustaskóla með byggingu sem hefði getað tekið 20 til 40 börn. Og þar voru ýmsar ástæður fyrir því, bæði skipulagslegar og tæknilegar varðandi einhverja hitaveitulag sem hérna á milli húsanna og býsna stór og erfitt að flytja. En við hefum svo sem velt öðrum möguleikum upp, svo sem að byggja bara ofan á Naustatjörn eða eitthvað í þá veruna, en ég veit ekkert hvort að húsið ber það. Eða vestan við, það má líka alveg hugsa það, en það einn galli við þetta svæði. Og hann sá að það svo aðþrengt. Það kannski ekkert skynsamlegt að fjölga mikið leikskólabörnum þarna vegna þess að leikskólabörnin komi yfirleitt með foreldrum í bíl. Og þetta mjög aðþrengt svæði og dálítið erfitt viðureignar bara í dag með þennan fjölda barna sem þarna og þá má velta því fyrir sig hvort þessi ekki bara skynsamlega að byrja á því að byggja Hagaskóla sem ekki langt frá. Hún þarna rétt sunnan við Hringtorgið, reyndar kannski ekki á besta stað ef maður hugsa svona út frá umferð á Suðurríki, þá þetta fínt fyrir foreldra en þetta kannski ekki endilega gott fyrir börnin. En hún allavega, hún mér ætlað að vera þar og þá má þá sjá það fyrir sér að sá leikskóli sé bara hreinlega undir
stjórnenda í Naustatjörn. Það er ekki þar með sagt að þú byggir 2 deildir þarna að þær þurfa að vera sér leikskóli. Það er ekkert að því að svandtvinna þetta. Eldhúsi í Naustaskóla var að hugsa þannig að það gæti sinnt þessum leikskóla líka, þó að það væri 144 barna. Og þannig að þar liggur ákveðin hagkvæmni líka. Þannig að það má mér finnst alltaf að velta þessu bara fyrir sér frekar en að vera að halda í flúðir endilega sem byggingu. Bara hugmynd. Það liggur alveg fyrir að starfsfólk í Gleráskirkju, Króabóli, að það hefur lengi beðið eftir því að komast í annað húsnæði sem hentar betur. En maður veltir í fyrir sér hvort að það verði á þessum tíma með tilliti þess að kirkjan kannski vilji bara áfram leigja þetta húsnæði. Og þá er spurning hvað er sniðugt að gera. Ég ætla ekki að leggja mat á það, en ég veit hverju óskir starfsmanna og stjórnendur eru þar. Og ég skil það að mörgu leyti. En þá kem ég kannski að punktinu sem ég er búin að vera að fara smá hring í kringum. Ef að grunnskólabörnum er að fækka svona svakalega á næsta árum, er þá skynsemi í því að vera að horfa á þetta með þessum hætti? Ég tel að við þurfum að klára allavega þessa 2 leikskóla, þar sem við Glerárskóla og Lundarskóla og ná fram ákveðinni hagræðingu þar. En eigum við ekki bara að fara að horfa til þess að fara að færa 5 ára börnin inn í grunnskólana hægt og sígandi. Fara bara að vinna í því núna, ekki seinna en bara á morgun, að velta því upp. Ég sé ekkert endilega að það þurfi endilega að gera það í öllum skólunum í einu. Naustaskóli var nú byggður fyrir 500 börn, þar eru núna 400 börn. Leikskólinn er að taka þar ákveði svæði með 5 ára krakkana og þau eru undir stjórn leikskólans. Ég hefði bara viljað sjá þess að krakka í raun og veru bara með öðrum yngri deildum, bara inn í grunnskólanum. Og hann yrði bara svona aðeins endurskipulagður eða svæði. Það er mikið svæði þarna og mikið rými og alveg hægt að gera þetta. Síðuskóla og Gleráskóla eru skóla sem voru byggðir fyrir 450 börn hvoru sig. Þar eru núna eitthvað í kringu 360 börn, ef ég veit rétt, 350-60. Og mér er skrítið ef það er ekki hægt að taka við 5 ára krökkunum í þessu skóla. Mér finnst bara skrítið. Ég bara velti því fyrir mér. Það er að segja, ég sé tækifærið, en ef skólastjórinn sé ekki tækifærið eða starfsfólki, þá er það bara eitthvað sem væri gaman að fá bara umræður um. Ég geri mig grein fyrir því að bæði í Lundarskóla, Brekkuskóla og Oddeyrarskóla er nú sennilega ekki pláss eins og staðan er til að gera þetta. Og það er eitthvað sem þarf bara að skoða. Ég hefði haldið að það væri möguleiki til að gera þetta. Ef þetta er gert, það dregur það úr þrýstingnum á það að byggja leikskóla eða bæta of mikið við. Svo er annað sem að ég ætla að spá hérna og ég ætla ekki að veðja þetta, ég ætla að spá þessu. Ég ætla að spá því að 10. bekkur verður komin upp í framhaldsskóla eftir nokkur ár. Þá er farin út heill árgangur til viðbótar á grunnskólanum. Og þá er komið ennþá meira pláss. Og þetta náttúrulega var ekkert fyrir séð þegar var verið til dæmis ákveð að fara í byggingu Naustaskóla 2007-08. Þetta var dálítið rætt, man ég þá. Og menn sáu þá ekki fyrir að þetta væri að gerast, vegna þess að það lá fyrir að fjölgun barna á hverju ári væri kringu 275. Þau eru núna í kringu 200 til 220, misjafnt eftir árum. Þannig að þetta er gríðarleg breyting. Og hlýtur aðeins að breyta því sem við erum að hugsa. En lykilatriði samt alltaf, í mínu huga er það að við séum ekki að stilla myndinni þannig upp að við höfum ekki svigrúm til að bæta við börnum ef aðflutning verður ræða. Það er staðreynd að það hefur eitthvað að börnum
flætt frá Akureyri á undanförnum árum inn í leikskóla hérna í kring. Og það staða sem við megum ekki búa við. Við bara verðum alltaf að hafa pláss og svigrúm til að taka við börnum í leikskóla og grunnskóla ef við ætlum að fjölga í þessum bæ og bæta í kerfið. Munurinn á sviðsmynd 1, 2 og 3 sýnist mér aðalega vera sá að það er gert ráð fyrir 32 umframplássum í sviðsmynd 1, 70 í sviðsmynd 2 og 132 í sviðsmynd 3. Ekki rétt. Eitthvað nálægt því. Þá er bara spurningin, hvernig viljum við horfa á þetta? Og svo bara eitt í lokin, rými er alltaf rými fyrir börn, það er að segja pláss. Það hvort að vera næg stöðugildi til að mæta fylla öll rýmin, það er ákvörðun sem við tökum. Rýmið er rými. Og það er ekki hægt að skilgreina rými sem þau pláss sem er hægt að taka inn í miðað við þann starfsmannafjölda sem er til. Það er ákvörðun okkar hvort við fyllum rýmin eða ekki. Ef við viljum ekki bæta við fólki, þá erum við ekki að fullnýta rýmin. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst alveg ótrúlega gaman að vera með ykkur undir þessum umræðum. Ég er rosalega ánægð með þá ákvörðun okkar eftir kosningar að setja fræðslumálin í forgrunn. Ég er ánægð með þessa vinnu og ég vil nýta tækifæri og þakka bæði nefndarmönnum og starfsmönnum en ekki síst formanni fræðsluráðs fyrir þessa vinnu. Ég held að hún sé allavega fyrir mig gríðarlega mikilvæg sem sit ekki inn í fræðsluráði að fá svona samantekt eftir svona mikið samtal og mikla vinnu bæði með starfsfólki og inn á leikskólunum og meðal svona líka að reyna að ná þessari þverpólitísku sýn og að draga minnst upplýsingarnar að borðinu og vera að horfa á alveg ótrúlega marga breytur sem gæti orðið svona og gæti orðið hinsegin. Það gæti verið að búa enginn á Akureyri eftir 50 ár og svo gæti allt í einu verið að verið 50.000 og en við erum allavega að sjá þarna samantekt og sviðsmyndir meðan við svona 3 sviðsmyndir sem gætu orðið. Þetta held ég að við hérna í þessum sal séu öllum áfram það að efla og stækka bæinn okkar og gera eins vel og við getum þar. Þannig að þetta vonum við að við þurfum að grípa til sviðsmyndar 3. En á sama tíma hversu mikilvægt það er að horfa til þess að börnunum okkar og starfsfólki líði vel í því umhverfi sem það hafa og tækifæri til þess að þroskast og dafna. En auðvitað á sama tíma er mikil ábyrgð fólkin í því að sóa ekki fé og að óþörfu. En meðan við það sem við erum að horfa á í dag þá er það svo sannarlega ekki og þetta verkefni með klappir eins og við myndum öll vilja að það hefði verið fyrr þá er ég samt ofboðslega ánægð að sá skóli sé að rísa og ég er alveg viss að hann eigi eftir að bæta þessar aðstæður og við verðum jafnvel að horfa á einstakt umhverfi barnafjölskyldna á landsvísu. Náið þetta allt fram að ganga og það munar nú minna. Því að þegar við berum okkur saman þá er það alls ekki öll sveitarfélög sem að stíga þessi skref sem við erum að horfa á hérna og reyna að halda áfram í einhverja átt að við búum í fjölskylduvænu samfélagi. Fyrir utan það er ég ánægð með þá vinnu sem er í samfellu í skólastarfi og fræðslustefnu. Og við getum alltaf rætt hvort það hefði átt að vera löngu búið að einhverju en allavega á þessum tíma þá er þetta verið algjör forgangsmál hér og mér finnst þessi vinna bara virkilega fagleg og mér finnst mjög mikilvægt að við stöldrum aðeins við það að þetta gefur okkur líka tækifæri hvar svo sem við stöndum síðan á því hvaða sviðsmyndir við að velja hvort að þetta hús eða hitt húsið á að vera svona eða hinsegin eða hvenar þá er þetta allavega virkilega verðmætt gögn til að taka síðan umræðuna áfram og það er ekkert skrifað í stein en þarna höfum við lifandi gögn til ákvarðanatöku sem er eitt af grundvallarforsendum þess að geta tekið þátt í þessu starfi yfirleitt og mynda sér skoðun. Það er svolítið erfitt að vera að segja ég vil bara alltaf besta fyrir börnin en hafa síðan ekki gögnin og einhver raunhæfa sviðsmyndur hvernig er hægt þá að láta það raungerast. Þannig að þessi 8. tíma greiðsla og jöfnunargreiðsla þar sem við erum að auðvelda ungu fólki sem er með börn
að takmarka þeirra greiðslubyrði í þessu umhverfi, minnst það frábært og það í öllu svona stefnumótunarferli þá held ég að það sé svo mikilvægt að hafa einhverja langtíma sýn, gera sig grein fyrir að sviðsmyndi geti breyst, en það þarf samt að vinna í einhverja átt. Ef eitthvað breytist, við vitum það nú í þessu samfélagi, stundum gerist eitthvað á einni nóttu sem breytir allri sviðsmyndinu okkar, þá bara bregðust við. Og ég vil fagna þessari vinnu og þessari miklu fagmennsku sem verið að leiða þarna og bind mikla vonir við að við nýtum gögnin til umræðina til heilla fyrir börnin og samfélagið okkar. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði að koma hérna upp og bregðast við vangaveltum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar, því mikið af þessum vangaveltum eru spurningar sem við veltum upp við vinnunni og ástæður fyrir þessum tillögum okkar. En hann kom inn á að það væri töluverð fækkun barna hérna í bænum og það alveg vissulega rétt, það fækkun barna, en það ekki bara einskorað við Akureyrarbæ, heldur það í rauninni innan allra OECD-landana. Fæðingartíðni að lækka. Og við vonum, meðal annars ástæðan fyrir því að við erum að ráðast í þessa vinnu til þess að fjölga barnafjölskyldum hér á Akureyri og við vonumst til þess að þessi framtíðarsýn verði til þess að fólk sjái ástæðu til þess, enn frekar ástæðu til þess að flytja til Akureyrar. En bæjarfulltrúi Gunnar kom aðeins inn á Flúðir og velta fyrir sér af hverju við vildum halda því í gangi. Jú, húsnæðið í góðu lagi, lóðin í góðu lagi og þéttingarreiturinn síðasti reiturinn á skipulagi varðandi þéttingu í bænum. Þessi skýrsla nær til ársins 2029 og eftir samtal við skipulagsstjóra þá talaði hann að þetta yrði síðar þessi uppbygging. Þannig að við sáum fyrir okkur af hverju ekki að nýta húsnæði sem í lagi í stað þess að byggja meira. Varðandi Naustatjörn, af hverju vera að velja það frekar eitthvað annað og af hverju ekki vera að fara í það að byggja upp nýjan leikskóla? Okkur fannst ekki rétt miðað við þá þróun sem á sér stað í Hagahverfi í dag að fara að byggja nýjan leikskóla syðst í hverfinu, eða syðst í bænum. Það flest allir að sækja í norður til þess að fara í vinnu og þá réttara að fara upp á Brekku og jafnvel setja barnið sitt í Lundarsel þar og þess vegna leikskólinn þar áætlaður fyrir 144 rými en ekki 90 til þess að koma til móts við þessa aukningu sem þar. Varðandi stækkunina þá var umhverfis- og mannvirkjasvið sem rýndi í þetta hvar stækkunin gæti átt sér stað og það var verið að horfa á aðra hlið Naustatjarnar og milli Naustatjarnar og Naustaskóla alveg rétt. Þar hitaveitulögn sem dýrt að færa og því féllum við frá því og erum að horfa frekar hinum megin við leikskólann og jafnvel að byggja ofan á og það eitthvað sem þarf að skoða. Varðandi það að það sé aðþrengt þar í kring þá það alveg rétt. Þess vegna erum við eingöngu að vera að horfa á 20 rými í aukningu og síðan ef hægt að byggja upp á ofan á leikskólann þá sé fyrir að horfa á 40. Varðandi Glerárskóla og Lundarskóla, það sé hægt að klára það, þá það til á hópsins að fara í að klára Klappir sem gríðarlega stórt verkefni og fara í uppbyggingu á Lundarseli við Lundarskóla þá samhliða framkvæmdum sem eiga sér stað við Lundarskóla og það inn á nýframkvæmdaáætlun varðandi matsal og ykkur aðkomi þar. Ég fagna því að Gunnar Gíslason skyldi hafa tekið undir það að það þyrfti að ráðast í vinnu varðandi nýtingu grunnskólans. Ég lagði það til hérna í máli mínu áðan að það yrði stofnaður hópur sem myndi ráðast í þessa vinnu og við munum vonandi leggja það til bara á allra næstu dögum og vikum. Staðan á skýrslunni, við tókum í rauninni stöðuna eins og hún í dag og vorum að horfa 10 ár fram í tímann. Við vorum ekki að horfa á hvernig tíminn yrði hugsanlega eftir 10 ár og fara að búa til sviðsmynd út frá því. Heldur þurftum við í rauninu vera að horfa á þá þróun sem í dag og byggja á henni. Þannig að þess vegna vorum við ekki að horfa á hvernig 10. bekkur verður, hvort að hann fari upp í framhaldsskóla eða ekki, það getur vel verið það verða veruleika eftir einhver ár, en við munum vissulega skoða það að nýta grunnskólann okkar betur. En eina uppbyggingin sem á sér stað verður endurbættur nýr leikskóli við Lundarsel fyrir utan Glerárskóla og svo stækkunin Naustatjörn með við sviðsmynd 1. En annars þakka ég kærlega fyrir.
Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á því að þakka starfshópnum og sérstaklega formanni fræðsluráðs fyrir þessa miklu og faglegu og fínu vinnu sem við erum að leggja fyrir okkur í dag. Og auðvitað alls konar, og ég tek undir með bæjarfulltrúa Hildi Jönnu sem fór inn á það áðan að hvað mikilvægt fyrir okkur að vera með einhver gögn og einhverjar tillögur og einhverjar sviðsmyndir sem við getum hort á. Og þarna svona verið að gera ráð fyrir annarkvort óbreytt ástandi í mannfjölguninni eða þá að það taki einhvern kipp og okkur fjölgi hér til muna og hvernig skuli þá bregðast við og hvað væri þá skynsamlegast með það að fyrir augum að nýta fermetra sem best, fjármagnið sem best og svona út frá skipulagi bæjarins. Og ég vil bara leggja áherslu og ég veit og treysti náttúrulega fræðsluráði á hverjum tíma og sérstaklega núna til þess að ég horfa á þessa vinnu, ekki eins og hún sé meitt lífið stein, við þurfum auðvitað bara að vera alltaf að taka þetta til umræðu, hvað hefur gerst bara frá því í fyrra og hvernig kemur þetta til með að breytast og hver verður staðan eftir 1-2 ár og hvað hefur við þá að gera. Og við þurfum að vera óhrædd við að taka upp svona skýrslur og breyta á hverjum tíma. Að það kemur fram í skýrslunni að núna eins og er ekki pláss fyrir 5 ára börn til dæmis upp í grunnskóla. Og við erum búin að hlusta á alls konar sérfræðinga skólamál og ég viðurkenni það fúslega að ég alls ekki sérfræðingur þessi skólamál hérna í bænum, en auðvitað búin að hlusta heilmikið á þá sem vit hafa á. Og það eru svona samhljómur en samt mismunandi áherslur og mismunandi sýn. Og einn sérfræðingurinn hérna sem við höfum nú hér í bæjarstjórn bara hjá okkur, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, bendir einmitt á að við gætum verið að horfa fram á fækkun grunnskólabarna, við gætum verið að horfa fram á breytingu bara þar að 10. bekkur mögulega fara upp eins og hann spáði. Við vitum þetta ekki í dag. Þarna þurfum við, ef eitthvað slíkt gerist, þá þurfum við að taka svona vinnu og segja ok, við erum að horfa fram á breytta forsendur. Og þá þurfum við líka að vera tilbúin að skoða betra flæði á milli skólastiga og svo framvegis. Og mér langar til þess aðeins að nefna við fræðsluráð og hvetja þau áfram í því að mér minnir 2012 var farið í vinnum á Naustatjörn og Naustaskóla, eða þar að segja 5 ára krakkarnir eru komnir þar inn í skólan og það átti að þróa saman, minni mig, einhvers konar flæði á milli skólastöðana og reyna að þróa einhverja samvinnu þarna á milli, að svona falast eftir því hvernig það hefur tekist og ef það hefur ekki tekist af hverju, hvað stóð það í vegi. Ég veit ekki hvernig staðan er núna en ég vil hvetja fræðsluráð til þess að kynna sér það hvernig sú vinna fór fram og hvernig hún hefur síðan þróast. Annað sem að ég velti fyrir mér að því við erum að brúa bil niður að fæðingarorlofi og ég fór nú bara að hugsa þegar ég er að lesa skýrsluna og velta fyrir mér, það er eins og við höfum öll, bara þjóðin eiginlega, allavega sveitarstjórnarfólk, sagt, heyrðu já, frábært, nú ætlar ríkið að lengja fæðingarorlof upp í 12 mánuði og þá skulum við öll drífa okkur í að byggja leikskóla niður í 12 mánuði. Er bara 12 mánuðir laukreitt tala, ættum við að vera lengi að berjast freka fyrir lengingu fæðingarorlofs í 14 mánuði eða 15. Bara svona til umhugsunar fyrir okkur, því að ég eins og aðrir bara svona sagði, já, herru þetta er frábært, við erum farin úr 9 mánuðum upp í 12, það er bara svakalega flott og við skulum þá bara koma til móts við foreldra og börn á þeim aldri og leggjum allt kapp á það. En ættum kannski að vera að velta fyrir okkur, þetta er kannski ekki alveg nóg, við þurfum að berjast á hinum staðinum mikið og á þessum sveitarstjórnarstigsmálum. Þið skiljið hvað ég á við, en þetta er bara svona til umhugsunar, annars bara takk fyrir frábæra skýrslu, þetta er gott plagg fyrir okkur til þess að halda áfram í vinnunni og þakka henni aftur þessum starfshóp fyrir það.
Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sinni og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Ég var búin að skrá hérna hver var næstur. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég man ekkert hvað ég ætlaði að segja. Sko, það sem ég var nú bara að varpa hérna fram á voru bara svona vangaveltur af því að vera kallað eftir umræðu og ég hef svo sem ekki tekið þátt í umræðinni í fræðsluráði og ekki þátt í umræðinni í hópnum sjálfum, en mér langaði til að varpa þessi hérna fram og málið er þannig að það er ekki spá í sjálfu sér að nemendur fækki í grunnskólanum. Það lítur út fyrir að vera staðreynd eins og staðan í dag. Við horfum bara myndina eins og hún í dag. Vegna þess að við erum bara með þær fæðingatölu fyrir framan okkur og það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast hérna á Akureyri. Ef að þær tölur að breytast, þá þurfum við að skapa hér hauga atvinnutækifæri. Og auðvitað hefur maður áhyggjur af þessari þróun. Það er hundlegilegt að tala um þetta að þetta er neikvætt. En það þýðir heldur ekki að stinga höfðinu í sandinn og neita að horfast í augu við þetta. Og það er bara, og þá þurfum við líka að velta því fyrir okkur. Ef við erum að fara í þá uppbyggingu sem að kom fram hérna á myndinu var kynnt í skýrslunni, 1300 íbúðir í Síðuhverfi og það eru 700 í Hagahverfi, við erum 300 niður í Krossanesi á Krossaneshaganum þar. Þetta er gríðarlegur fjöldi af íbúðum og það liggur fyrir að verktaka vilja sjálfsögðu halda áfram byggja, hraðinn hjá þeim eykst alltaf. Þannig að það birtast alltaf fleiri íbúðum miklu meiri hraða heldur en áður. En það virðist vera sem að það bara fækki íbúðum í hverju ári. Sem þýðir að þetta fer ekki saman fjöldi íbúða eða fjölgun þeirra og fjölgun íbúa á Akureyri. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bara fara að velta því fyrir okkur, hvað ætlum við að gera til þess að auka og fjölga atvinnutækifærum á Akureyri. Það hangir saman við þetta líka. Því ef við gefum okkur það að það verði byggðar þessar 1300 íbúðir, við skulum segja næstu 10 árum, eða 10, já, ég held að getum alveg sagt það, 10 árum, kannski, þarna í Síðuhverfi. Þá ættum við, samkvæmt öllum viðmiðunum í dag, að þurfa að byggja annan grunnskóla á þessum 10 árum. Ef börnum fjölgaði í samræmi við íbúafjölgun. Þannig að auðvitað er fullt af svona ósvöruðum spurningum og sjálfsögðu bregðast með við. Og það er bara mjög gott að fá þessa skýrslu fram, ekki ætla ég að sýta það og þetta bara að mörguleiti vel unni skýrsla og laða fram ákveðnar tölulegar upplýsingar og byggt á spá sem að ég held að sé bara tiltölulega raunhæf að mörguleiti. Ég bara svona velti fyrir mig líka að ég held að sé ágætt að segja, ok, við skulum stefna hingað en við skulum þá líka hafa varan á okkur og vera tilbúin til að segja út af, en svo getum við líka hort á hitt að sem konum fram hérna í máli Hildu Jönu og reyndar hjá bæjarfulltrúa Hildu Jönu og bæjarfulltrúa Ingibjörgu og öllum sjálfsagt að starfsaðstæður í grunnskólum, leikskólum þær þurfa að batna. Það hefur vissulega verið þröngt þar og þröngt setið og vinna aðstæða leikskólakennara en ekki upp á marga fiska í mörgum byggingunum okkar og við þurfum náttúrulega að bæta þessa stöðu. Það liggur alveg fyrir og við höfum tækifæri líka til þess núna. Eins og spá gerir ráð fyrir með að fækka rýmum, fækka börnum það hverju húsi og skapa það aðstæður fyrir starfsfólk vonandi sem eru þá viðunandi. Fleiri orð ætla ég nú ekki að hafa þetta í bili. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrú Ingibjörgu fyrir mjög góða kynningu og hópnum fyrir góða skýrslu. Ég er ánægður að sjá svona mikið af tölum með textanum. Það er góðar sviðsmyndir fram á veginn og gefa okkur mjög góðan grunn til að ræða málin og ég er mikið að hugsa þennan sveigjanleika, bæði hvernig við ætlum að ná að brúa toppinn, það er að segja anna allri eftirspurninni, en svo líka hvað ef að þær forsendur breytast og eins og bæjarfulltrúi Gunnar hefur nefnt, þá eru við að horfa fram á fækkun í árgöngum hérna í bænum, bæði leikskólaaldri og grunnskóla, væntanlega, nema einhver breyting verði. Og sveigjanleikanum erum við náttúrulega að ná að einhverju leyti með leiguhúsnæði sem að við getum þá losað okkur við, til dæmis króaból. Þannig að það er ekki áhætta fyrir okkur að vera með fé bundið í þeim leikskóla og það er viðunandi lausn að mínu mati að við getum tryggt góðan aðbúnað og faglegt starf þó að aðstæðan þar sé vissulega ekki fullkomin. Svo eigum við möguleika að nota lausar stofur eins og hefur verið nefnt og hópurinn bendir á. Og það er líka búið að benda á þennan möguleika að taka 5 ára börn inn í grunnskólana ef að þar fækkar ennþá nemendum og tala nú ekki ef það fækkar heilan árgang. Og ég held að það muni gerast. Ég held að það verði stefnan að börn ljúki framhaldsskóla við 18 ára aldur. Þegar þau hætta lögformlega að vera börn, það eru eðlilegt þrep að mínu mati. En við langar líka að nefna aðeins eftirspurnina eftir leikskólaplássi. Og við höfum Íslendingar á undanförnum áratugum gert kannski mistök í uppbyggingu á ýmsum skólastigum eða kannski gert snjalla leiki en þeir hafa enst rosa stutt og ég ætla að nefna sem dæmi héraðsskólana, Reykjanesi við Djúp, Reykjum í Hrútafirði, Eiðum í Hjaltastaðaþinghá, óteljandi dæmi, skólar sem voru reistir svona 1950 ef ég man rétt og þetta endist í 40 ár þetta fyrirbæri. Svo er bara hvarf eftirspurnin og þessi hús standa meira minna ónotuð og drabbast niður því miður. Annað kannski ennþá meira krassandi dæmi, það eru heimavistar háskólarnir, við getum kallað það, Bifröst, Hólar í Hjaltadal og jafnvel háskólinn á Akureyri. Þessum 2 fyrrnefndu þá erum við með 100-150 íbúðir sem voru byggðar á Bifröst og í Hjaltadal og allt í einu óþarfar. 10-15 árum eftir að eru byggðar, eða 5 árum. Það var svakalegt og við erum því miður að sjá sömu þróun á Akureyri með fjarnámi sem er gott og blessað en það hefur þessi hliðaráhrif að þú þarft ekki að vera á staðnum, þarft ekki að búa á staðnum. Þannig að ég segi, reynum að vera við því búin líka að það verði ekki 98,5% eftirspurn eftir leikskólaplássi fyrir 12 mánaða börn. Við erum að horfa fram á 4. iðnbyltingu, styttingu vinnuvikunnar, fjölskyldustefnu og kannski verða öðruvísi viðhorf eftir 10-20 ár gagnvart leikskóla vist hjá mjög ungu börnum. Svo ég bara höfum þetta allt í huga. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er svo sem ekkert greiðlega mikið við þetta bæta með þess bara mikilvægt að koma einn upp og hrósa þessum starfshópi fyrir velunni störf og þakka fyrir að fá þessa kynningu og þessa umræðu hérna. Mér finnst það bara virkilega vel gert hvoru tveggja og gagnlegt fyrir okkur og allan þann fjölda sem er að horfa á fundinn. Og ég vil líka bara segja að mér finnst þessi hópur verið að taka mjög skynsamlega afstöðu þegar litið til þess hvaða sviðsmynd er fyrir valinu sem er út frá
íbúðaþróun eins og hún lítur út fyrir í dag. Það samt svona tvennt sem maður einmitt getur haft í huga sem annars vegar það sem að bæjarfulltrúi Andri kom inn á sem hvaða áhrif mun fjórða iðnbyltingin hafa á leikskóla og dagvistar eftirspurn. En síðan auðvitað líka þurfum við að horfa til þess að við viljum horfa á að íbúum fjölgi hérna og að þessari þróun verði snúið við. Og ef maður hugsar það, þá getur maður sagt sko, við skulum bara byggja fullt af leikskólum af því að þá næsta bæjarstjórn, það verður rosaleg pressa á að fjölga íbúum. Þetta bara spurning hvernig maður ætlar að líta á þetta, en ég held þetta sé mjög skynsamlegt og jarðbundin nálgun sem einmitt gefur okkur líka færi á því að horfa og sjá svona aðeins til hvernig hlutirnir þróast í framtíðinni. Og ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt einmitt að við séum, höllum okkur ekki bara aftur þegar það búið að gera þessa greiningu og velja einhverja sviðsmynd og þá fyrir við bara í að klára að byggja leikskóla og svona eitthvað, að við séum ekki, að við verðum að vera á tánum varðandi íbúðaþróunina og hvernig við ætlum að, þetta að mínu mati mikilvægasti þjónustu hlutin okkar varðandi það vegna þess að hluti geta gerst bara fyrir eitthvað hratt og þá ekkert hægt að segja bara já við ætlum að byggja nýja leikskóla því að allt í einu ákvað allir að flytja til Akureyrar og hann verður kominn eftir svona 20 ár. Við verðum að vera á tánum í þessum málaflokki framar öllum og það bara mér finnst það bara rosalega mikilvægt og nú höfum við þessa góðu vinnu til að byggja á og gríðarlega mikilvægt að við svona höllum okkur ekki of maklega aftur og minnum næstu og þar næstu bæjarstjórn og þetta líka. En bara fyrst og fremst takk fyrir góða vinnu og góða kynningu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sem næst tektu máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á aðrir byrja á því að þakka fyrir góða vinnu. Mér finnst þetta vel unnin skýrsla og mér finnst svo mikilvægt einmitt þegar við erum að taka svona stóra ákvarðanir að við séum að taka upplýstar ákvarðanir og mér finnst það bara oft í gegnum tíðina ekki hafa verið gert þannig. Þannig að ég mjög ánægð að sjá hversu mikil vinna hefur verið lögð í þetta. Ég hef líka heyrt að samvinnan hafi verið rosalega góð innan hópsins. Og ég bara ætla að þakka fyrir að mörg af okkar sjónarmiðum hafa ratað inn í skýrsluna og mér finnst það bara að sýna hvað samræðu pólitík getur reynst vel og já, bara þegar minni og meiri hlutar vinna saman þá kemur oft út úr því margt gott og ég hef allan heyrt frá mínum manni, hann var mjög ánægður með þetta samstarf. Svona eins og það sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, að vera á tánum og vera viðbúin, svo gríðarlega mikilvægt af því að ég á því að ímynd okkar hafi tíma og sé ennþá sködduð vegna þess að við vorum ekki með leikskólapláss hérna á Akureyri. Og ég held að það hafi ekki bara áhrif á það hvort að Jón Jónsson ákveði að flytja til Akureyri, heldur líka hvort að fyrirtæki ákveði að koma með starfsemi hingað norður. Því að þegar við höfum verið að ræða við fyrirtæki þá eru þau ekki minna að horfa til leikskólamála heldur en annarra mála því að þau eru háð því að starfsfólk sitt fái pláss fyrir sín börn. Og því miður hefur maður heyrt af fólki sem hefur hætt við að koma hérna og fyrirtæki sem hafa hætt við að koma vegna þessara mála. Þess vegna ég bara gríðarlega ánægð með að allir hér inni séu að setja þetta í forgang. Mér finnst það bara gríðarlega mikilvægt. Ég mjög ánægð að sjá að það eigi að byggja nýjan leikskóla við Lundarskóla og ég þar bæði að horfa til þess að Lundarsel bara komin á tíma að mínu mati og ég líka með ákveðna væntingar samlegðar áhrif skólans og leikskólans og ég að vonast til að við getum gengið lengra í þeim málum heldur en við erum að gera í varðandi Glerárskóla og Klappir. Varðandi Naustatjörn, ég hef reyndar verið spenntari fyrir stærri einingum heldur en minni, þannig að ég var svolítið að horfa til þess að það yrði stækka við Naustatjörn. Þannig að mér langar eiginlega bara að fá upplýsingar að því mér finnst enginn hafa getað svara mig bara nákvæmlega hvað væri hægt að bæta við mörgum plássum það. Hægt að byggja hann á húsið eða ekki?
Að því það stendur hérna 20-40 rými, það svolítið mikill munur á því, og engin möguleikin á meiri stækkun heldur en það. En ég líka á því að við verðum náttúrulega að horfa til þess hversu hröð uppbyggingin verður þarna á þessu svæði. Því ég líka tek undir með bæjarfulltrúa Ingibjörgu að þeir sem að búa þar er meira að sækja vinnu í norður átt heldur en fólk sem býr norðarlega í bænum sé að fara í suður átt. Þannig að ég er alveg að sammála að eiga að horfa til þess. Ég er ekki spennt fyrir léttbyggingum eins og er lagt til við Pálmholt eða Flúðir. Og ég hafði nú líka hort til þess að maður var bara búin að gefa sér það út frá aðalskipulagi að sá leikskóli myndi leggjast niður á einhverjum tímapunkti með það sem var samþykkt hér á sínum tíma, en ég meina allt í lagi að horfa til þess ef að það er breytt, en það er þá bara ágætt að fá svör þess efnis hvort að það sé breytt stefna hjá meirihlutanum að þar verði ekki byggt. Og eins með síðuskóla, síðuhverfið, hvort að komi leikskóli þar einmitt, að bíða og sjá, en eins og bæjarfulltrúi Sóley segir, við verðum að vera á tánum. Við tókum allt of langan tíma í uppbyggingu leikskólans við Glerárskóla. Ég ætla bara að treysta því að fólk okkar í fræðsluráði bara standi við stóru orðin í þessu og passi upp á það að það skapist ekki eða bara við verðum ekki með framboð og rýmum sem að getur svarað eftirspurninni. Ég er líka ánægð að sjá að það sé horft á það að bæta starfsaðstæður starfsfólks og það er eitt af því sem við heyrðum svolítið mikið sérstaklega fyrir kosningar að var rætt, þannig að ég er mjög ánægð að sjá það. En bara aftur takk fyrir góða vinnu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki máli sinni, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að líkt og aðrir hér að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir þessa kynningu sem átti sér stað hér fyrst þessa ágætu skýrslu sem höfnin hefur brúið bilið, og líkt og bæjarfulltrúi Hilda bara fagna því vegna þess að þetta var nú eitt af stóru málunum sem að núverandi meirihluti lagði upp með. Það var að vinna í þessum málum og ég held að við séum þá búin að fá hér skýrslu sem mun nýtast okkur til þess að taka ákvarðanir ekki bara næstu mánuðum heldur næstu árum. Og hér erum við mikið rætt það hvernig hlutinir hafa æxlast og þróast. Við erum núna í dag að taka börn 16 mánaða inn í leikskóla. Fyrir 2 árum síðan þá vorum við í þeirri stöðu að hér ólgaði allt í samfélaginu vegna þess að við gátum ekki tekið við börnum og menn voru að leita hér í nágranna sveitarfélög. Þetta eru mikla hreyfingar og mikla sveiflur og það er akkurat það sem við þurfum að vera þegar við erum í leikskólamálum. Þá þurfum við að vera svolítið á tánum. Auðvitað var það gagnrýni og það var það gagnrýni hjá minnihlutanum á sínum tíma og núverandi minnihluta líka hversu seint við fórum í það að koma þessari byggingu á í Glerárhverfinu eða Klappir, en hins vegar höfum við verið að gera ýmislegt annað og núna nýverið þá, við tókum náttúrulega inn 5 ára börn í Glerárskóla og svo nú sem var þá tilraunaverkefni, en síðan núna opnuðum við Árholt núna í sumar, þannig að við höfum verið að bregðast við og það staðan núna hjá okkur þannig að við erum að hleypa inn 16 mánaða börnum. Það sem er að gerast líka náttúrulega þegar við höfum verið að tala þessa þróun sem er að verða á barnafjölda, þá náttúrulega mun það náttúrulega klárlega hjálpa okkur að við náum þessu markmiði að koma 12 mánaða börnum inn í leikskóla fyrr vegna þess að börnin eru færri og þegar við opnum Kleppir þá skapast þetta svigrúm og það er vel. En við þurfum náttúrulega, eins og hér hefur komið fram, þá held ég að sé mikilvægt að við séum alltaf að skoða þetta og þessi skýrsla í rauninni sem er virkilega vel unnin og er líka eins og hefur komið fram hér í umræðinni unnin í samstarfi allra flokka sem skiptir miklu máli vegna þess að þetta er ekkit dægurmál, þetta er
stórmál til framtíðar og við þurfum í rauninni að vera vel upplýst hvernig staðan er. Hún svona að upplýsa okkur það hvernig staðan er miðað við þær forsendur sem í dag. Þær forsendur geta breyst og þá þurfum við náttúrulega að taka stöðuna en þannig þá verið að leggja upp svona, aðgerðaplan til þess að mæta þeirri þróun sem við sjáum miðað við ákveðna forsendur og við þurfum þá alltaf að vera tilbúin að aðlaga okkur að því ef að hlutinni breytast. Menn hafa rætt hér mikið mögulega breytingar á veru barna í grunnskólum. Það kann að skapa rými og við hefum líka verið líka rætt að það bara náttúrulega, það bara þannig að börnum í grunnskólum mun fækka ef ekkert breytist í ytra umhverfinu. Þá mun þeim fækka og það skapa líka rými fyrir 5 ára börn til að fara inn í leikskóla. Þetta eitthvað sem menn hljóta að skoða og það sem við erum að gera núna, við erum að fara í byggingu á Klöppum á næsta ári, náum að vonandi að opna það og það stemt að því að opna það í haustmánuðum 2021 og þá komin ákveðin fyrsta skref. Það gert ráð fyrir því að Lundarskóli verði næstur í röðinni. Þannig eru menn bara að taka ákvarðanir sem þá lengra fram í tíman og svo koll á kolli. Þannig ég held að við séum í rauninni með þessari skýrslu komið með afskaplega gott gagn fyrir okkur til að vinna með, ekki bara okkur heldur komandi bæjarstjórnir eins og menn hafa nefnt hér í umræðinni og ég bara hvet okkur öll til þess að fara ekki þá sem að bæjarfulltrúi Sóley varaði okkur við hér áðan, þar að segja halla okkur aftur bak og gera ekki neitt, heldur vera á tánum og vinna að þessu máli sem eitt mikilvægasta málefni okkar vegna þess að hér við líka komið umræðinni. Það náttúrulega hluti af því að byggja gott samfélag, það að gera vel við börn og barnafjölskyldur. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sem ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla svo sem ekki að lengja þetta. Mér datt bara í hug að því að við erum búin að koma inn að það held ég flest öll að við erum með í fanginu bara frábæra skýrslu þar sem við getum séð mismunandi sviðsmyndir og þarna verið að gera ráð fyrir sveigjanleika í kerfinu. Við erum bæði að leigja húsnæði sem að bæjarfulltrúi Andri kom inn á og síðan erum við að geta lagt til að við getum brugðist með kannski einhverjum óvæntum atriðum með lausum kennslustofum. Þannig að við erum búin að svona bregðast við því sem að fólk lenti í fyrir 2-3 árum. Og við erum svona aðeins að velta fyrir okkur grunnskólanum, kannski ættu við, og bara svona hugmynd sem að kannski ættu við bara að setja á svona stofn einmitt að hvernig sjáum við grunnskólana þróast og nýtingu á því húsnæði, samskonar, með þróun þá grunnskólabarna og þessa skólastigs og þá næsta. Það væri kannski mögulega næsta vinna sem við þyrftum að fara í, það væri eitthvað allavega til umhugsunar fyrir okkur. Ég held að hvað varðar ímynd leikskólana á Akureyri, hún sé alveg svakalega góð. Við erum með alveg gríðarlega mikla fagmenntun á þeirni. Það umtalað hvar sem á landinu að við séum að bjóða upp á bara bestu, eða með allavega betri, allavega bestu leikskóla landsins. Þannig ég held að ímyndin sé gríðarlega góð og við höfum þarna tækifæri eins og við erum að tala núna, hvað sem gerist að bæta starfsaðstæður sem ofboðslega mikilvægt. Þannig í þessu felast alveg gríðarlega tækifæri, ég vildi bara aðeins koma þessari hugmyndin annars ætla ég ekki að orðlengja þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að þakka fyrir frábærar umræður hérna í dag og alls konar punktar sem hafa komið fram sem við munum taka áfram með okkur inn í áframhaldandi vinnu. Það búið að koma hérna varðandi samvinnu og þróunar sem hefur átt sér stað undanfarin ár vegna Naustatjarnar og Naustaskóla. Áhugaverður punktur hérna hjá bæjarfulltrúa Höllu varðandi fæðingarorlofið, af hverju erum við að horfa á 12 mánuði, af hverju horfum við ekki lengra. Ég held einmitt reynda líka væntanlega muni einhverjir foreldrar nýta sér það sem þeir eru að gera í dag. Nú fæðingarorlofið 9 mánuðir, margir eru að framlengja það í 12 mánuði. Ég ímynda mér að þeir eru komið í 12 mánuði þá kannski vill fólk vera enn lengur heima með börnunum sínum, sem bara frábært og eykur þá svigrúmið líka enn frekar. Varðandi það að vera á tánum þá það klárlega málið. Við þurfum stanslaust að vera að meta stöðuna.
ekki eftir 2 ár og bíða, setjast bara í sófa núna því að skýrslan komin, heldur þurfum við virkilega að fylgjast með þróuninni. Það sem við þurfum líka að fylgjast með vel núna þróun í fjölda dagforeldra. Því að eðli málsins framkvæmt fara dagforeldrar núna að hugsa sinn gang og þegar byrjað að því og við höfum átt góða samvinnu með þeim og ég vona svo verði áfram og það bara áframhaldandi verkefni. Varðandi spurningu bæjarfulltrúa yfirhundar varðandi Naustatjörn, nú 20 rými annars vegar 40 rými, þá vorum við í rauninni hópurinn að leggja til að fyrst ætti að horfa á 20 rými. Það búið að meta það að Naustatjörn þoli alltaf 40 auka rými, ekki meira, og þá verið að horfa til lóðar, þá þyrfti að bæta starfsmannaaðstöðu. Hvernig það rými verður, það höfum við svigrúm núna til þess að skoða. Hópurinn horfði á í rauninni bara uppbyggingu, viðbót við, ekki létta byggingu, heldur viðbót við Naustatjörn sem yrði varanleg. En það hefur einnig líka verið rætt hvort ætti að skoða léttari byggingu sem væri þá hægt að færa komið til þess að við þurfum að byggja nýjan leikskóla við Hagaskóla eða við Hagahverfi. En við höfum eins og segi tíma til þess að skoða þetta og munum ráðast í þetta á næstu mánuðum. Varðandi Pálmholt, þá það skilningur einhverja bæjarfulltrúa að það átti að leggja neðra húsið niður sem að ég útskýrði áðan af hverju við erum ekki að gera það vegna þess að það bara í góðu lagi með húsnæðið og alla aðstöðu þar í kring. Meirihlutinn hefur ekkert fallið frá því að færi þéttingu á þessum reit. Hins vegar þetta eins og ég sagði áðan seinasti reiturinn á skipulagi hjá okkur varðandi þéttingu og við viljum nýta húsnæðið þangað til. Mér langar bara, eins og segja, enn og aftur að þakka fyrir umræðunar hérna. Mér langar líka til að nýta tækifærið og þakka hópnum fyrir starfsfólkinu sem hefur komið að þessari vinnu. Þetta búið að vera gríðarleg vinna fyrir starfsfólkið að afla allar þessar upplýsinga og eigum við þeim það bara miklar þakkir skildar, eins líka bara faghópnum, leikskólastjórum og dagforeldrum. Það búið að vera mjög gott að eiga þessa þverfaglegu vinnu í hópnum. Þannig að ég bara kæra þakkir fyrir og umræðar. Takk. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðst, þá segir þessari umræðu lokið og þá er komið að síðastælega dagskrá skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Hér á eftir flyt ég skýrslu mína sem frá síðasta fundi bæjarstjórnar og já, þetta eru helstu verkefnin sem hafa verið í gangi síðastliðna 2 vikur. En 7. nóvember hitti ég sérlegan vin Akureyrarbæjar Karl Werner Schulte en hann og kona hans Gisela Schulte Dagsbók sem lést nú síðastliðið vor gáfu Akureyrarbæ 76 gömul landakort árið 2014 og nú kom Karl með 16 forn Íslandskort til viðbótar sem minjasafnið geymir og sýnir reglulega. Þann 11. nóvember hitti ég Magnús Jóhannesson, Einar Gunnarsson, sendiherra Sólrúnu Svandal og Sólrúnu Svandal í utanríkisráðuneytinu til þess að ræða norðurslóðamál og ekki síst til nýlega formfestaða vettvang Arctic Mayors Forum. Við höfum átt samtöl við Grímseyinga, Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi og við búin að gera það síðan 12. nóvember og höldum því áfram og ég ætla að við munum klára það í þessari viku. 13. nóvember átti ég fund með fulltrúum skátarhreyfingarinnar vegna styrkbeiðni vegna landsmóts á næsta ári sem fram fer hér á Akureyri. Fundinn sat einnig Kristín J. Reymarsson, sviðsstjóri samfélagssviðs. Sama dag tók ég á móti nýjum norskum sendiherra, Ut Lise Norheim, sem kom hingað til Akureyrar til þess að heimsækja konsúl þeirra normanna hér á Akureyri og að sjálfsögðu kynna sér bæinn. 14. nóvember heimsóttum við Halla Björk Reynisdóttir kælismiðjuna Frost, þar sem Gunnar Larsen framkvæmdastjóri tók á móti okkur. 15. nóvember sat ég aðalfund Eyþings ásamt bæjarfulltrúum en hann fór fram í Dalvíkurbyggð. Það var mikill merkisfundur þar sem samþykkt var að Eyþing og Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga myndu sameinast og síðasti naglinn í þá sameiningu var negldur í dag Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga samþykkti þá sameiningu. Mikill og stór áfangi í samstarfi hér á Norðurlandi eystra. Í gærmorgun hitti ég sendiherra
Kanada á Íslandi, Ann Tamara Lorr ásamt Sæmundi Finnbogasyni viðskiptafulltrúa sendiráðsins og Dr. David Hicks. 18. nóvember, eða sem sagt í gær, satt ég auka aðalfund Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og seinni hluta dags var ég viðstödd útgáfuhóp bókarinnar Á réttri leið, uppbygging þjónustu fatlaðra á Norðurlandi eystra 1959 til 1996, en sú bók er rituð af Svanfríði Larsen og Bjarna Kristjánsinni. En ekki síst þá var verið að fagna því að 50 ár eru frá því að Sólborg tók til starfa og Þroskahjálp á Norðurlandi á 60 ára afmæli. Og í dag átti ég Skype-fund með bæjarstjórnum í Hafnarfirði, Reykjanesbæ, Kópavogi og Akranesi í þeim tilgangi að halda áfram að skoða samstarf rafræna þjónustu. Takk. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludsdóttir í loki máli sínu. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 30. október, 7. og 14. nóvember. Bæjaráð 7. og 14. nóvember. Frístundaráð 7. nóvember. Fræðsluráð 11. nóvember. Skipulagsráð 13. nóvember. Umhverfis- og mannvirkjaráð 1. nóvember og velferðarráð 7. nóvember. Þessar fundagerðir má nálgast á heimasíðunni og þá segi ég fundi slítið klukkan 17:35.